Þetta er bara Tímavarp með Tóna og Tótó. Velkomin í Tímavarp. Já, þú er loksins búin að læra nafnið á þessu hætti. Ég er með þetta hérna efsta nótan í nóta. Sko, þetta er ekkert grín, þú ert að senda mér svona snab. Já. Það kemur alltaf eitthvað nýtt. Síðast gerði ég tímaval. Tímaval, já. Ég hef alltaf verið með þá bölvun mjög lengi að ég man ekki nöfn á hlaðvörpum. Bara sama hvað, og sama hvort það sé einmitt vini mínum með, eða ég hef hlaður sem ég fílaði eitthvað, ég bara manna ekki, eins og þú varst með, og þetta er ekki joke, þú varst með hlaðvarp með Arnóri, frábært hlaðvarp, ég mæli með að tjekka á því, og það heitir, koma svo. Það heitir ekki, láttu ekki degan síga, ég veit það heitir ekki, það heitir, bitu, láttu ekki svona. Já. Ég fór ekki eitthvað, láttu ekki svona. Tjekki á því á Spotify og YouTube. Þið viljið ennþá meiri vitleysu. Ennþá meiri vitleysu. Og hérna, ég gati ekki verið með litla líf muna þetta. Nei. Það er sko eitt vinsalasta podcast hlaðvarp Íslands. Þeir voru með eitthvað sjó í Tjarnabíu, eitthvað 2 konur. Örugglega frábært hlaðvarp. Ég get ekki munað hvað heitir. Þó það nú væri eða eitthvað svona. Okay. Það er eitthvað svona 2 miðaldra hvítinskonur eitthvað svona að spjalla önnur var eitthvað í fréttablaðir. Það heitir samt, jú það heitir eitthvað svona þó það nú væri eða eitthvað. Þeir voru með eitthvað sjó í... Einnig potið bara. Einnig potið allt annað. Og það núna þeir sem vita eru brjálar. Þetta er ekki diss, þetta er ekki, þú veist. Það er bara eitthvað að heila mínum. Og þetta er það slæmt að ég man ekki mitt eigið hlaðvarp. Ég bara get ekki munað. En manstu þú nafn á sjónvarpsþáttum? Já, sjónvarpsþættir, bíómyndir, allt þetta. Já, Uppistan specialum. Já, svona meira að minna. Hvað heit specialum þess Arnórsstaða? Small Town Homeboy eða eitthvað. Það er samt ekki ég. Það er enginn sem man nafnið. Við förum við að setja í þættinum en frábært uppistanspecial en skelfilegt nafn. Á þann hátt að það man enginn, ekki einn sála hvað það heitir. En við förum út í það. Manstu hverju að styrkja okkur? Það er Toulé, engin annar heldur en Toulé. Hvað er þetta fransmerki? Toulé. Beint frá Fraklandi. Frá Toulé héraðinu. Það er ekki alvöru Toulé nema sem frá Toulé héraðinu. En þeir eru heldur betur. Gott, þá eru búið með það. Það er komið. Áfengislaust líka. Toulé. Það er bara, það er ekkert. Fólk þarf ekkert að vera hella í sig eitthvað áfengi. En eins og fólk kannski sá á titlinum, þá er þetta aðeins öðru sem þætti. Ég bókstaflega gerði þennan brandara í öðrum bekk í bókasafnsfræði og þá var þú veist fyrsti tífi eða eitthvað og þá var farið þú veist það höfund og svo titill og það eitthvað vitið hvað titill er og ég er eitthvað svo titlingur allir hlói Þetta er svona krakki. Ég var svona krakki og svo núna 28 árum setna Enda fyndið. Það reyndar einn ótrúlega fyndinn spaugstofu þáttur. Það var hérna þegar við gerðum að grína Óla Geir herra Ísland af því að hann hafði gert eitthvað af sér. Já. Hann átti að svifta hann titlinum. Já. Það var aðeins sem að Karl Ágúst var með Óla Geir hárgreiðsluna. Svo kemur ég maka, við ætlum bara að svifta þig titlinum. Hann eitthvað. Titlinum, já. Mjög hrættur að var að svifta hann ykkur öðru. Aðeins niðar. Skiljalega. Mér finnst það mjög góð skens. Já. Og líka bara hvað Karl Ágúst var sætur með hár sko. Þeir, ég man undir það síðast eða svona að ég og leitibráður minn gerðum mikið grínaði. Þeir voru mikið fyrir hárkollunar og það var það skipti engum og það gæti verið bara svona eitthvað sketch sem gerist í bónus og eitthvað venlegu gæri þau voru samt með nýta mitt heldur hárkollu safnu rúf búið að kaupa þetta dýru dófi inn það þarf að nota þetta ég er alltaf að hugsa ég þarf að eiga fleiri hárkollu það fleiri, ég á ekki neina ég þarf að fara að safna mér upp
Það er að fara í hókus pókus á Laugavegi Já, allt saman gæða á hvað eina fyrir hvern nýtt TikTok sem þú tekur yfir það er alltaf, og jafnvel þetta sé ekki svona skett þú er bara eitthvað að segja, ég ætla bara að láta vita það er glæni í hálfkvöld nýja hálfkvöld er þetta einasta wow, ok það er metnaður ég til í það ef Hókus Pókus vil sponsa mig það er nú ekki fyrst þú talandi þetta er nú ekki þeir eru ekki búin að borga þennan þátt við skulum ekki nefna nafni það er fyrirtæki búið að hafa samband við að sponsa þig á Ticket í dag já þú ert orðin bara komin in the big leagues þú þarf að gera taste test það var ólíkir að sponsora hann er að gera taste test hvað, smaka hann eða? já ég myndi svitaði til farið í styrtum Nei, en að því ég er ekki búin að gera það þá ég segi mig ekki neina en ég ætlaði að sækja vöruna á föstudaginn og auðvitað bara, ég bara fann þetta ekki ég mættur á heimilisfangi sem þau sögðu og það var bara eitthvað allt annað fyrir ég sagði þetta, ég vissi þetta væri eitthvað að trolla mig og svo var ég að byrja að senda ég finn ykkur ekki hérna það var alltaf, sögður alltaf aftur heimilisfangi, ég er búin að ná því að þetta er heimilisfangi en ég sé ykkur ekki hér svo kom bara eitthvað aftur heimilisfangi, ég er búin að ná því en hvar lappa ég inn og þau eitthvað, já við erum reynda búin með oh my god við erum að býja þú veist, ég er röglega að fara að sækja hana eftir ok, það er alltaf þá gerir ég taste it í test Ticket í talk þetta er svo mikið núna þið verðum ekki nefna eitt fyrirtæki ég skal lofa þér því að þessi deild sem er að sjá þetta og sem þú varst í samskipti við eitthvað þetta er meðaldurinn er svona 19 ára sko, þannig að ég syns að koma í ljósa þetta var náttúrulega ekki fyrirtæki sjálf þetta er einhverju svona áhrifað eitthvað og ég tjekka og það voru svo spot on þetta eru tveir held í 18-19 ára strákar og ég ætla að berja þá þú veist til hvers að vera eldri og stærri ég er búin að spyrja hvar ég á að labba inn ég er greinilega mjög áttavildu gamlingi oh my god, þú veist að þeir voru bara oh my god, skilur hún ekki neitt hérna, veist það aftur sendur hann nei, ég ætla ekki að berja þá það eru fínist rákar Tveir frumkvöðlar já, ég meina, ekki var ég búin að stofna fyrirtæki á þessum aldri og gera það gott þú veist ekki það klár nei, ekki það beint úr Vestló eða í Vestló eða hvernig hefur haft það síðan síðast ég er búin bara að hafa helviti gott já ég fór yfir helgina úr bænum já og það átti að vera rigning allir tíma en það var bara sól vel steiktur í framann sko ég get upplýst það að mér og öðrum var búið þannig að koma en svo bara var spáin svo við hættum bara við semst að vera alls saman svo bara drullu gott viður það var pínu svækelsi pínu pása, við finnum eitthvað bústað eða hvað sem við finnum eitthvað eitthvað retreat og fáum hugvíkandi efni fyrir fyrir svona kakó nema við erum bara með svona aðeins að miskilda, við fyrir öll í sumbústofinu bara að drekka kókum nákvæmlega með svissmiss hvað er þetta að gera fyrir fólk? En ég get sagt þér að það eru fréttir af mér ég sagði þér fyrir hvað sagðirðu? Ertu það óléttur? Nei, ekki svo góð, ég er næstu ég er óléttur af sköpunargleði vegna þess og já er eitthvað að vera að fæðast? Já, það er búið að vera að fæðast vegna þess að ég sagði þér fyrir nokkru þáttum að ég væri í pínu bífi við Freyju villikvættir og það fór í mál og þeir eru ekki að vilja ekki sætta sko þeir vilja ekki láta hafa 3.800 kall í skaðabætur þannig að ég hef ákveðið að gera mitt eina mig bara eftir þessu og eins og ég vissionaði það og ég er bara búin að vera heima hendi mót, bræða súkkulaði og gera heitir ræsisróttan
Ræsisrottan? Já, og þetta er alltaf heimagerð, sko. Ok. Þannig að þetta er aðeins dýrara, en fólk getur keypt, það samvændum á Facebook og það getur keypt 1200 kall stykkið, súkkulaðstykkið. Ok, og er þetta bara lægin eins og rotta? En þetta er bara lægin eins og villiköttur, þetta er bara svona, en heitir þetta villiköttur, ég vil aðeins sína... Ræsisrotta, þeir minn. Ég myndi stöla það. Ein af mínum fyrstu minningum er að vera án jokes, sko, þú veist, 3 mestalagi 4 og sitja við eldhúsborðið með fjölskyldunni minni og frængu minni að láta eldri systur mína sem er 6 árum eldri ég fara að gráta vegna þess að ég er að kalla hana ræsisrotti og hún er ræsisrotti og frænga mín sem þú veist er 1 ára yngri foreldrar mín bara í hláturskasti eitthvað Hún það bara og ég sagði þetta er ég 34 og ég man ennþá bara, þetta var mjög fyndið þá og ég hugsaði tilbaka mjög fyndið þá að á tímapunkti þá segja að því sýstum við fyrir að gráta og mamma segir eitthvað ekki vera að gráta á pizzuna og við vorum að borða pizzu og pappi já, saltana smá þannig að þeim greinilega fannst ekki eins alvarlegt og sýstum minni sem hefur verið þarna eitthvað 9 ára gömul pínu dramatísk já, bara svona þegar þið voru búin að vera engabarn í 6 ára og svo mætir ykkur óþolandi mætir bara gæður móðin í bróðir fúlskeggja að tryggja það kallar ræsisrotta með þessa rödd með þessu fylgir skegginu en hvað er í þessari ræsisrottu? Það er súkkulaði, ég bræði súkkulaði og lakrís Apple og lakrís og svo er mér langar að hafa svona hrís ég finn það ekki, þannig að ég poppa bara pop þannig að það er popcorn og súkkulaði lakrís og svo karmela ég bræði, kaupið svona fílakarmelur og bræði henni þetta er frá eina rottu fyrir mig ég til eina rottu ekki spyrir, ég ætla að koma með en ég bara glemdi það eru í nýskap en eins og hlustendur hafa kannski tekið eftir þegar við ítt á þennan þátt og þá var þetta aðeins öðru sér þáttur þessa vikuna þetta er ennþá tímavarp, þetta er ennþá tímaþema en við ætlum að taka pínu svona deep dive þátt og við svona munum gera það af og til kannski til þess að svona spæsa þetta þessu upp og svo líka sko uppalega pælingi með þessu þáttum var að fara bara í ár þar sem við erum lifandi en þú ert náttúrulega ungur grafhóli og þóttu sérst eldri, sá eldri þegar ég er að vera þú ert eldri en ég skilur þannig að það fari eftir þér en þannig að þetta eru bara þá 43 þættir skilur, það er ekki einu svona ár þannig að við þurfum svona aðeins að fyrir ekki 42 þættir þú ert alltaf að elda með nei, af því við erum búin að taka 69 líka þannig að það var það sem ég var að meina 42 nei, þú verður 43 í mars og þá erum við ennþá þannig að þetta verður við náum bara 45 þáttum þannig að stundu þá einmitt tökum pínu svona deep dive stundu fyrir við eitthvað aðeins eldra eins og 69 þannig eitthvað við erum bara að fara í alls konar ferðalög við erum bara að fara í alls konar ferðalög í sem þáttum bara komið með við gerum það sem við viljum setja okkur bappóka og komið með okkur í ferðalag en ég byrja fyrst fáður inn á rottu eina ræsisrotti slakað og hlustaði áður að byrjum ég held að byrja að gera shoutout á Mikael sem að býr í Selfossi og er að hlusta, veit ég í Selfossi? Býr á Selfossi, sagði í Selfossi býr á Selfossi kannski býr hann inn í einhverju hólu bara í Selfossi hann býr á Selfossi ég ætla að klippa þetta út hann býr á Selfossi ekki klippa þetta út ég ætla að minnast á þetta aftur alltaf svo þú þurfa að halda þessu inn í klippa þú sagðir í en ekki á já, ok bara svo getur við klippa þetta út en shoutout á Mikael en við skulum fara í þema dagsins og það er svona pínu persónulegt fyrir okkur mikilvægt og það er íslenskt uppistand við skulum fara svona léttilega í gegnum sögu íslenskt uppistands ég ætlum að fara í gamla hjálpsvæður það var svona persónulegt það er næsti þáttur ég misti sveindómið með
Shout out á Það þegar við erum búið með öll ára og öll þegar við eitthvað við erum að taka sjálfsvæði, það bara mjög stuttu þáttur við á Instagram, já ég sé hún hérna hún á 3 börn í dag, ok hún orðin amma, ok já, hún alltaf ég á þeim stað þú ert á þeim stað en við skulum fara við erum að fara svona í gegnum stikla á stóru í sögu íslensku uppistands við kannski byrjum á því að spyrja þig, Þórhallur þetta er nú gott TikTok líka hver er þinn topp 5 alþjóðlegir uppistandarar? Wow. Það þarf ekki að vera í röð 1-5 en bara svona 5 top 5 eins og að segja sko hver af þeim hefur ekki verið cancelað já mér uppáhalds Bill Cosby sko það náttúrulega eru svo ég get ekki þessa spurningu ég get ekki nei, ég skil þig þú veist uppáhalds eða 5 þú veist þetta fer allt eftir þú veist ég get bara tala upp 100 núna en byrjum á svona í old school sko Richard Pryor Eddie Murphy svo var það hérna Don Rickles Steve Martin frábær Rodney Dangerfield Rodney hvernig mikill Rodney emitt það var þegar no respect þegar við vorum að taka upp hérna eina bíómynd já þá hérna varst þú að leikstýra mér heldur betur og það var nótunar sem ég fekk var alltaf minni Rodney eða aðeins meiri Rodney og ég vissi alltaf einhvern veginn nákvæmlega hvað það meina það var mjög gott minni Rodney, ok taktu aðeins meira Rodney það var mjög gott Robbie Williams Louis C.K. Dave Chappelle Bill Burr núna Nicky Glaser Taylor Tomlinson svona 9 þú náttúrulega mættir á Mark Normand Mark Normand og Sam Morrill þeir eru góðir svona 9 það er málið það að þetta topp 5 dæmi kemur náttúrulega úr sko hip-hopinu og það meiri að þetta kemur úr þú veist hip-hopinu fyrir þú veist 10-20 árum þegar hip-hop var skilur 30 ára þá var svo auðvelt að geta en í dag maður sér þú veist á einhvern svona hip-hop podcast og eitthvað top 5 rappar þú veist hip-hop er 50 ára gamalt hvernig ætlar að bera saman þú veist nákvæmlega þessar 9 við þú veist LL Cool J við Eminem við Biggie þú veist bara hvernig já þetta fyrir bara skapar maður í já þetta einmitt nákvæmlega og eins með uppistandi þú veist hvernig ætlar að bera saman þú veist meira svona þú veist Bill Burr, Louis C.K. þá típu yfir í kannski þú veist eins og Tim Vine sem svona þú veist stutt og þú veist það er voða erfitt sko já þú veist ef við fyrir við til Bretlands Eddie Izzard sko já Eddie mitt Susie Izzard já hann segir bæði já einmitt já Susie já Joan Rivers Ellen já góða spil Wanda Sykes já þú veist það er svo mikið snillingum bara til einmitt og Maria Bamford sem mætti bara open mic já við sko við förum aðeins í það seinna en bara til þess sástu nýlega Mark Maron hún var líklegast best of all time já og það er bara mjög legit þú veist náðu upp í 5 þú vantar einnig en það eru sem sagt þú ert með open mic-a á Mál og menningu og hverjum 50 degi klukkan 6 og þar einmitt þar mæta grínistar bæði sem búa á Íslandi en líka traveling comics fólk ykkur sem er svona á cruise ships og Maria Bamford og svo einmitt stundum mæti bara Maria Bamford upp á sig og stundum ykkur út í sal hver mann ekki núna hvað heitir hann að frettagörinn já hérna Geraldo Geraldo var hann kom til Íslands og ákvað að fara á bál hann var með ég manni hvort að dætur eða afadætur já eitthvað svolítið hérna það er svo fyndið já þannig að ef ég mæli með maður veit aldrei hvað getur gerst ó nei en við getum byrjað sögu
það er svona hvar maður á að byrja sögu Íslands uppistands, þú veist, á maður að fara ég hef ákveðið ég ætla ekki að fara út í svona einhverja, þú veist grín, þú veist, eitthvað kaffibrúsabræður, þú veist, kaffibrúsakallarnir það er ekki uppistand nei, þú veist, þannig ég vil bara fara svona bara orðið uppistand, þú veist, svona klassískt fjöllistamæðurinn Hallgrímur Helgason segist vera frumkvöðl uppistands á Íslandi að hann hafi komið með ferjaða frá New York, þar sem hann bjó late 80s, early 90s og var að bæði horfa á uppistand var að horfa á David Letterman og allt þetta í sjónvarpinu og svo líka náttúrulega labba og mæta á live gigs Bjó hann til orðið uppistand kannski bara? Hann segist hafa fundið upp orðið uppistand og dregið það ætla ég ekki að sitja hérna og draga Hallgrímur Helgason í efa en ég hef heyrt líka að Steinn Ármann hafi sagst allavega að fundið en hafa skrifum í huga með fullri virðingu að þú veist, þetta er ekki kannski stærsta uppfinning, þetta er stand up og orðið uppistand er orð í íslensku, þú veist, sem að þúsundar eða fattar við, þannig að þetta er svona en það sem við þurfum er gott orðið við special já ef ykkur getur komið með það já, hvað er flott íslenskt orð yfir uppistand special það er nefnilega, það vantar pínu ég vil bara sýning já, einmitt sérsýning það vantar eitthvað svona mjög fjált það er svo gott að segja bara, já, ég var ekki út special já, einmitt það var að vera eitthvað spessi ég var ekki út spessi ok en hann, já það en var hann með uppistand? Hann var með uppistand, sko og hann segir sjálfur og samkvæmt dagblöðum þeirra tíma að þá svona fyrsta sem fjallar allavega uppistand í blöðunum var þannig kringum 94-95 og það er Hallgrímur Helgason með uppistand þetta hafði ég ekki hugmynd og hann, já, hélt meðal annars sýningar á Kaffi Krók sem að útvarp Manhattan sáum og svo árið 95 þá setti Kaffileikhúsið mikið svip á leikhúsveturinn þar sem að 17 til 18.000 manns mættu veturinn til að drekka kaffi og horfa á meðal annars uppistandssýninga, það var uppistand og svo var líka svona tónlistatrið og einleikir og eitthvað og þar var Hallgrímur Helgason fremstur í farabroddi uppistandi, þannig að hann, ég meina nema einhver annar geti komið með sannanir fyrir einhver öðru, þá er Hallgrímur Helgason hann er the OG hann er faðir íslensks uppistands ég bara ekki hugmynd þetta mjög gaman að læra þetta ég sá þetta bara í viðtali við hann eitthvað þá nefndi hann að hafa verið fyrstur og ég eitthvað svona með fullri virðingu þá var ég eitthvað svona ok, ég þarf að samt fact-checka þetta og það bara virðist vera rétt hjá hann sko. en ég hafði heyrt einmitt áður fyrir 2 árum eða eitthvað þá var eitthvað sem sagði mér að Steinn Ármann hafi fundið þetta upp en þú veist hann náttúrulega bara var maður vissi það svo sem að Steinn Ármann og Davíð Þór með þeim fyrstu og þeir til að vera með pjúra uppistand já, og það er, við ef við förum nú í gegnum sögu speciala sem við höfum ekki betra orð útgefins uppistands sem að, ef við erum ekki að tala bara sýning, þú veist þess að Bergur Ebbi búin að vera með sýningur og eitthvað svona við erum ekki að tala um sýningar sem eru teknar upp og gefnar út að þá er fyrsta uppistandi sem er tekið upp og gefið út sem allavega er hægt að finna eitthvað það er árið 1995 þegar að Radius bræður gera þáttinn Radius sem að er samblanda af uppistandi og sketsum og þar er smá Seinfeld svona sketsa og sko vel tekið upp ég er ekki alveg viss hvar uppistandi er þú veist, er verið að flytja það en það er alveg vel til svona atmos og ljós og reykur og það er mjög svona New York stúdíónu á Rúfi eða eitthvað það gæti verið sko að það er að setja þetta upp til þess að líta út eins og það gæti bara mjög vel verið spurning en við kannski hlustum á ég veit ekki hvort ég klippið þetta út fyrir ef ég verður og hrættu við að Steinn Ármann kæra okkur en við hlustum á bara smá brot Pæliði í því að vera vestur-íslendingur nei maður er ekki slæmur íslendingur, maður er vestur íslendingur forn veiðimannasamfélög þú veist sko, sem hafa ekki þróast mikið bara fram, já kannski á síðustu árum sko, þeir voru að finna árið 1950 sko, einhver Eskimo á Grænlandi sem að, þú veist, höfðu ekki vita að væri til einhverjir aðrir grænlendingar bara ever og svona forn veiðimannasamfélög þeir höfðu einhver tölustæfi þurftu ekki að telja þú veist, það var engin þörf fyrir það í málinu og svo þeir sko, ef maður heyrir grænlendingar tala saman þá var það svona
2,5 Ég þótt að, þú veist, þeir telja dönsku Þeir hafa enga tölustafi, ekki 1, 2, 3, 4, 5 Það var bara, þú veist, selur eða það var ekki selur Já En, já, þetta, ég ætla bara til þess að sýna þér Bestu Íslandsmeistarar. Það var það svona hérna, þú veist Já, þetta svona smoky room Smoky room hérna og hann og þeir báðir svona í jakkafötum upp á sviði sko, svona fancy er með svona klút, hann er alltaf með klút Já Steinn Ármann er klútakall hann er með svona hérna flottan klút Já Mér langar svo í klút, ég er búin að tala um það svo mikið Þú verður að taka við af honum sem klútakall Ísla Já og Steinn Ármann, hann er svona, hann hugsar útlitið Já Hann er alltaf flottur í tauginu sko svona röff og töff sko Já Hann er svona smá hestamaður náttúrulega Já Hann er smá fötin þurfa að geta, þú þarft að geta allt við henni að hoppa á bak sko Einmitt Þú veist samt hvenar þú þarft að ríða í burtu skilur og hann er svolítið þannig og hugsa vel hárið og svona ég man að hann var í sýningunni á pappa Landi 60 þannig að við vorum að vinna saman mikið saman og honum fannst ég ekki vera alveg nógu kallmannlegur eða svona og ekki nógu flottur í tauginu og á þessum tíma var ég bara þú veist hvort ég hafa klift mig bara sjálfur þú veist ég var ekkert að pæli það var það út með svo ófrumlegt hár og hann hafði mikla ágjörð það þurfti að gera eitthvað þú veist það átt að muna eftir skilur við og það vera flottur bara flotta hárgreiðslu og gott að maður reyna að segja mér að safna skeggi ég er náttúrulega skegg sko ég er ekki valla að koma með það ennþá í 42 ára Þetta er ástæði fyrir að ég snóði mig það að ég er svo hrættur við að mæta Steinn Ármann og hann gagnrýndi Það er flottu kall Flottu heldur betur og þeir byrjaði þarna með þessa þætti 95 þannig að þetta er svona þú veist það kemur alveg það kæmir ekkert óvart ef að þeir Steinn Ármann og Hallgrímur Helgason hafi á sama tíma fundið upp þetta orð og svona byrjað, þú veist, það eða mögulega við erum að fara að sjá þá berjast ég er náttúrulega helst vil það bara celebrity boxing Bubbi dómari og þeir og sigurverðin fær heiðurinn á nafninu uppistand ég er heldur betur en þeir eru þarna með og þetta eru maður settir sem þáttur, þetta eru sketsa þættir þeir eru alltaf ég man meira eftir, eða þú veist, ég man þetta í rugglæsu pínu við, þeir voru líka með sketsa í dagsljósi, var það ekki? Og svona, en þeir voru sko, Tvíhöfði var að byrja það líka í dagsljósi Já, þeir voru svona, þetta var pínu, nú veit ég ekki ég náttúrulega var bara krakki á þessum tíma en þeir voru svona, þetta voru þessi 2 dúó sko, Radius bræður og Tvíhöfði og maður svona, þú veist, hvor er finnari hvor er þinn uppáhalds, er Radius eða Tvíhöfði? Mamma Duran Duran Já, þetta var nákvæmlega Prince og Michael Jackson, þetta var nákvæmlega þannig og það má segja að Tvíhöfði hafi unnið þegar allt komum til hann svona þegar ennst lengur þeir eru ennþá í gangi og náttúrulega skoruðu stórt með fósbræðum þannig að það er en þetta eru allt saman frumkvöldar í þessu heldur betur og mörgu svona nútíma gríni Já, í svona einmitt þeir fóru svona aðeins byrju að vera fyrst svona að fara yfir línuna sko Já og vera edgy vera shock jocks þeir alltaf byrja í útvarpi og vera svona mæta með frumlegt hár og svona Já, Davíð Þór að vísa snóðar í þessum þáttum sko það eru glút á Steinn Ármann það er einmitt, hann hefur ekki þórað hann hefur verið að setja út á hárið hans ég er bara það lítur að vera, það útskýrir en nú, sko, við erum búin að tala um hversu mikið við elskum og virðum Radiusbræður og það báða og þetta er sagt með fullri vinningu vegna þess að náttúrulega Davíð Þór ótrúlega fyndinn maður og snillingur og gáfaður og allt það svakalega klár og allt svoleiðis við vitum að Auddi Blö er versti leikari Íslandssögunar er Davíð Þór annar versti leikari Íslandssögunar hafa þeir leikið saman í skett það væri að ég var að horfa á sauma þessu skett sem ég gerði þegar ég var að rannsaka þetta og hann er ég meina hann kemur línunum út og ég man einmitt líka hann var svona í frábær mynd Astropía en hann leikaði með þannig vonda kallin eða svona einnig og hann var
það var ákveð leiksigur Já, ég meina, eins og segja, þetta er frábær penni, humoristi og fyndin, ég meina, já, en það er ekkit allir endilega góði leikarar. Nei, ég meina, þú getur, það er alveg hægt að segja, og ég vil að flestir allavega bandaríkjum myndu segja að Jerry Seinfeld sé stærst og besti grínisti heimi, skelfilegu leikari, bara sá vesti, já, þannig að það þarf ekkit endilega að halda sig, og svo líka bara það er ákveðið svona bara karakter, þú veist. Ákveðin sjarmi í því. Ákveðin sjarmi, já, það er bara, en ég eins og sagði, Radiospræður eru þannig 95 með Norm Macdonald. Talandi einmitt Snillingur, uppistandari. En svo stundum hefur séð sketsina, hefur til dæmis séð sketsana þar sem hann að leika Quentin Tarantino sko, þegar hann að leika Quentin Tarantino eða Burt Reynolds Já, einmitt, í Celebrity Jeopardy Þá allt innu kann hann leika Þá einmitt, það er mjög Þá er spurning einmitt, þú veist, var hann svona slæmuleikar eða var þetta bara troll? Það er líka, en já, þetta er 95, svo 3 mánuðum seinna þá kemur út, þá er stór stund fyrir síðustu uppistan, þá kemur út það sem að margir myndu segja bara, ekki bara besta, heldur bara mikilvægasta útgáfa, special á ensku, hvað sem orðið er, í íslensku uppistarti og það er Ég var einu sinni nörd með Jón Gnarr, hver sá og átti þann special ekki? Nei, einmitt, bara átti allir spóluna. Já, átti allir spóluna með hérna og sko fyrir þá sem eru kannski eitthvað yngri og þeir eitthvað svona, já ég sé þá spóli, ég sé það DFT nei, það er ekki með íslenska fánan hana heldur original, sem var bara fermingamyndir hans eða eitthvað svona og það hérna átti, allir var svona gilt hérna kápan, þetta var mjög svona einkennandi lúk á spólinni, þannig að maður tók eftir henni, það bara áttu allir og það gátti allir kvóta á enn í dag, þú veist, enn og aftur, eða þú ert eldri en 25 kann einhver dönsku hérna? Kann nákvæmlega, einmitt það Windows 95 með flugvélinnar þú veist, þetta er hérna, allt saman bara gullmólar eftir gullmóla Algjör snild Sumt, og nú, þetta er náttúrulega bara eitthvað sem við verðum að tala og geta tala opinberlega án þess að neitt móðgist en það sem náttúrulega líka kannski pínu einkennir svona upp á sár íslensku uppinstans er að það er alltaf mikið verið að fá lánað frá erlendis og ég held að prósenta sé mjög lág hjá Ég var einu sinni nörd það er hann tekur hérna hjólasöguna langaði svo í hjól eitthvað og svo amma sem voru að biðja þannig að hann fór stál hjólu og svo bæði upp Guð að fyrirgefa mér og það, þú veist eitthvað og hérna það er svona klassísk uppistand eitthvað, ég man ekki hvað var Emo Phillips eða eitthvað svona og hérna en meiri hlutin þú veist, 99% frumlegt Jón Gnarr original en tekin upp í Lofkastalnum, eða ekki? Jú, ekki og veistu hvað var að hitta upp? Já, ég veit það Hvað var það? Pétur Jóhann Heldur betur, hann er óþekktur Pétur Jóhann Já, óþekktur og óþekkur Pétur Jóhann með Óla Geir hárkollurna Nú? Mimmin hann að vera með svona svipa hár Já, ok Já, það var svolítið eins og Ólafur Já Katur hans í Já, Ólafur Ragnar leit þannig svolítið út Já En hann er einmitt svona, hann er frumkvöðull í íslensku uppstand, hann er alveg OG Já En bara svona tók aðeins lengri tíma Hvenær kemur út specialin? 98, já Það er að því Nei, hann vinnur 99 Já, sem við förum út í seinna þannig að þetta er árið fyrir það en hann hlýtur að vera svona byrjar þá bara á og Jóngnar Mér myndi sko þess vegna var hann að hita upp að þannig að vinna keppnina en ok, þetta er árið áður Já, þetta er árið áður Hann er bara síðan í Bíkó og finnst hann Já, eitthvað svo leiðis Hvenær byrjar með þættina hann og Ég held nefnilega að þetta hafa allt svolítið startað frá að hann vinna keppnina Já, ok 99 Já En hann er bara, tekið þátt í en þú getur ímyndaðir, þú veist, þú ekki skrítið að hann segir þarna árinu setna, þú veist, búin að vera að hita upp fyrir Jón Gnarr og kann þetta. Já, algjörlega. En svo árinu setna, annað svona monumental special, það er Hellisbúinn. Það, sko, nú, enn og aftur, það voru heldur betur margir sem áttu þetta Vaffa-S, ég átti hann að vísu aldrei. Og ég verð að segja, ég hef séð held ég þetta special einu sinni, bara sem krakki, bara í sjónvarpinu
en ekkert síðan, þannig ég kann enga frasa eða neitt svoleiðis úr Þetta ekkit samt original íslenskt, sko. Ok, Hellisbúin eitthvað sem búin að fara út heiminn, allan heim, sko. Ég vissi það, en ég held þetta væri mitt erlend sem var þýtt á íslensku, fann ekkert það og ég held að Wikipedia standi, þú veist, eftir hann að Bjarna og þá ekki ok, kannski bara að ég veit að hann var eitthvað svona mikið að vinsæll í Svíþjóð eitthvað, hann hafi kannski byrjað með þetta en Nú er ég kannski bara að ljúga upp á hann og að þetta sé, en ég held þetta hafi byrjað í Ástralíu og það hefur verið leikari úr Neighbours. Já, sem byrjaði með þetta. Tóti? Nei, það var ég man ekki hvað núna hvað en það var allan einn sem var svona gamal kunnugur Neighbours gestur þeir sem voru á Neighbours bara á þessum tíma kannustöglega við ég held að þetta var eitthvað slegið gegn þar og svo byrjaði þetta að vera svona að setja þetta upp allstaðar, Hellisbúin í London, Hellisbúin í New York, Hellisbúin það það sem ég held en svo fór ég mitt bara að rannsaka og fann ekkert það nema bara, ætli hann hafi farið einn daginn á Wikipedia, allt þetta var svona hreinsað út að því fólk fór að koma upp og þetta svo fyndi og hann eitthvað en sko spurning hvort að Bjarni hafi keypt réttina þessu, af því ég veit að hann sett svo upp í hann fór að setja þetta upp allavega, þú veist, á Norðurlöndunum þannig að hann hefur keypt réttin bara í Norðurlöndunum eða eitthvað, sko og hann náttúrulega talandi svona frumkvölu og svona stóra, hann kannski það frægur á Íslandi fyrir grínin sitt en hann hefur meikað í útlöndum hann var höfundur á nokkrum held ég sitcoms í Svíþjóð þar á meðal alveg svona frekar vinsælir þættir og svo náttúrulega skrifaði hann og skapaði Martin sem eitt af þú veist, 5 íslenskum sitcoms eða eitthvað bara, þú veist sem svona með multikamera og fólk í salnum að hlæja bara svona, einmitt svona all the way þú veist, tekið fyrir framan áhorfendur og ekki, þú veist, ekki hlegið eftir á eitthvað, heldur bara live this shot in front of a live audience live studio audience og þannig að hann, þú veist, og hann með How to be Icelandic in 60 minutes sem Bjarni Töframaðurinn mitt var að taka við það ekki algjörlega, hann og Jóhann Alfred hvað með Afinn líka með Sigga Sigurjóns hann mjög búinn að vera duglegur helviti duglegur en svo líða 10 ár allavega sem að ég get fundið það er einn mjög svona augljós blindur blettur sem við förum í aðeins setna og það er að sjálfsög hluti sem þú hefur tekið þátt í en 2006 kemur út uppistand sem við tölum á eftir en ef þú ert ekki með því þá eru þarna 10 ár þangað til að Sannleikurinn kemur út með Pétri Jóhanni sem að hann og Sigurðan Kjartason skrifaði saman og sitja upp í Borgarleikhúsinu algjörlega og ég man ég fór og ég sá spesialið upptökuna á stöð 2 RÚV hvað sem var og mjög fyndið, mjög svona heimspekilegt og alls konar pælingar lífið og tilverun og hver er sannleikurinn en svo á þessum tíma þarna, í milli Hellisbúans og sannleiksins að þá er þú náttúrulega að gera okkur hluti og þá byrja líka með Ísland byrja held ég á Prikinu ef maður rétt með eitthvað sjós þeir skulda eitthvað á barnum eitthvað á þeim held að veri Dóri líklegast ef ég man þetta rétt svona the origin story að þá skuldaði allan Dóri það var eitthvað barskuld og þá bara sett upp uppistandi til að vinna upp í skuld og hann fekk eitthvað að vinna sína með sér og þar meðal var einhver tónlistagaur úr Sprengihöllinni Bergur Ebbi og þá var hvað heitir hann, Árni sem leika núna í Kriðpleir í hverju sér? Það heitir ekki Kriðpleir leikhópur Kriðpleir? Gæti verið ekki að segja muna vitlaust en þeir eru að setja út svona lítið leikhópur Er það kryddbrauð? Þetta er leikhópur nokkuð sem af því ég man að þetta er svo skrítið nafn sko. Ef það er eitthvað hlut sem þekkir það eitthvað þetta er engin no disrespect ég hef aldrei eitthvað með það Eitthvað hlutu vegna ég ekki að byrju
Leikhópurinn Kriðpleir. Ok, stafað K-R-I-E-P-L-E-R. Ok. Hann var þarna og þarna allan svona fyrst var Ari ekki á fyrsta kvöldin held ég eitthvað. Ok. Og ég man mjög vel eftir, ég fór á þetta sko. Já. Og ég alltaf bara það var eitthvað svona það voru hérna uppistand stelpunar það voru alltaf hérna á næsta bar var það hérna Elva og Þórdís Nadia og einmitt þá veit ég hvort og Saga, einmitt, þá veit ég nákvæmlega hvort ég fór það og ég fór, ef það var eitthvað uppistand þá fór ég vel að tjekka því og ég man þegar það var eitthvað gaur að gera þetta bara í fyrsta skipti og ég man þetta mjög, hann var eitthvað svona gráum jakka. Ég heit Ari Eldjárn. Ég sagði, þessi ágætur. þessi var þetta að gera eitthvað gott. Einmitt. Og þú reyndir sannspár. Já, heldur betur maður. En þeir, sem sagt, verða svona pínu, verða mjög stórir, byrja að færa sig yfir í Þjóðleikhúsið og alls konar með sýningar. Næstu árin og eftir sannleikin að þá þannig í kringum 2010, ég finn ekkert þetta en ég bara man eftir þessu að þá gefur Ari Eldjárn út hálftíma special og RÚV það sem hann svona bara hann solo og hérna, þetta er tekið upp í tekið upp í stúdíó í RÚV sko búið að svona gera þetta að svona, og það var mjög fyndið en ég bara var það svo búta niður og spilaði í hringekjunni? Ég man ekki, ég sá eitthvað af hringingunni mann ég þegar þetta var mér minnir að það hefði verið svona svolítið sem gerði Ara var að hann var bara vikulegt uppistand á RÚV í hringingju ég man eftir en ég man ekki hvernig hann leit út eða hvernig, þú veist ok, skiptir ekki það getur verið, eða kannski var öfugt kannski var að tekið upp sem bútar og svo sett saman í það getur verið en svo svona byrjar aðeins að kveikna í kolonum aftur í þessu uppstandi og það kom út specials eins og Joe Gain með Hugleik Dagsson í Háskóla Bíói. Já, ég fór á það og geggjað. Já. Er það ekki bara á YouTube? Það er bara frítt á YouTube. Já, geggjað. Og rétt eins og ég var einu nörd að koma frítt á YouTube. Já. Og svo náttúrulega svona stærsta alþjóðlega breykið er Pardon My Icelandic með Ara Eldjárn. Sem fer á Netflix special sem er bara insane það er bara ég held að fólk átti sig ekki almennilega á hversu klikkað það er sko. Nei, einmitt að því sko, ég meina það eru sem sagt, það er kannski mikið af svona spanskum specialum, þú veist, að því náttúrulega bara sérstaklega bandin, þú veist, bara, það er mikið af áhorfendur fyrir þannig algjörlega en ég voða lítið að sjá frá öðrum Norðurlöndum meðan, þú veist það er bara Ari Eldjárn og ég hef ekki séð eitthvað norskan uppi nei, en svo önnur velgengni saga erlendis og ég myndi segja að þetta sé þú veist, Hugleikur Dagsson stórin þannig alltaf aðalega teikningarnar en svona annað stærsta special allavega á ensku það er Big Bad Town Boy eða hvað heitir? Ég hef að skrifa þetta Big Small Town Kid æðislegt special með honum Arnóri Daða sem er stórvinur okkar og æðislaugrínasti og þið þurfa ekki að taka orðið okkar fyrir vegna þess að þetta special var shortlistað fyrir Grammy tilnefningu haldu K.J. nákvæmlega, það var bara einu skrifa frá því að vera Grammy tilnefnt uppistand sem er alltaf bara óheyrt á Íslandi Bílað. Og mun líklegast aldrei gera þess aftur nema hugsalega Ari Eldjárn, þú veist náði en ég mæli, það er hægt að sjá það hérna, það er á Tubi það er á bara voddinu er hann búin að henda á Spotify? Það er á Spotify líka og er það er á ensku Helgi Steinar gaf út special á Spotify líka Cold as Iceland já, á ensku einmitt ég er svona reynda að forðast það en við mælum með því líka einmitt, þú er bara svona að tala íslensku og ekki taka orðið okkar Dóri DNA tweetaði specialans Helga einmitt og hrósaði þannig að þú veist, þetta er ekki bara klíka hérna en svo, þú veist, einmitt skóli lífsins með honum hérna meistar Jakob
kom á síminn. Jú. Allt eðlilegt á RÚV með Snjólaugu Söru Garðars. Hvað það Söru? Sögu, ég sagði Snjólaugu og Söru Garðars. Og svo núna bara í gangi voru í gangi þættir á Stöð 2 sem heitir Hristur ekki hræður, það sem að Bjarni Hafþór með uppistand faðir Önnu Hafþórs, leikkonu. Komst að því í gær. Ég vissi ekki að það var pappana. Það heldur betur og hann heitir einmitt Anna Hafþórs, aðleikona webcam og svona hann heitir Bjarni Hafþór. Hún heitir Anna Hafþórs sem komst ég að í gegnum Önnu, ég mætti skýra dóttur mína son, Antons, dóttir Antons, svona, það er svoleiðis. En þetta eru svona allavega stærstu svona opinberlegir spesialar, að við höfum ekkert betra orð. Nei. Íslenskir, en það sem hann gerast líka á þessum tíma það finnast maður Íslands. Fyrsti til þess að sigra það Sveinn Voge árið 98. Akkurat, ég ætla að segja og ég var tilbúin að gefa honum sjátt á þetta, það myndi ekki minnst á það, þegar við vorum að tala tímabil á þann sko. Ég held að ég muni brandara eftir hann, ég held að ég hafi séð hann í 98 eða hugsalega 99 í kosningavöku. Að þá, fyrir þá sem einmitt eru yngri, að þá var það einu svona þannig að kosningavökur var skemmtileg sjónvarpsefni fyrir alla fjölskylduna. Það voru skemmtiatriði, tónlistatriði, það var alls konar eitthvað og þannig að maður var bara einmitt lítið krakki að horfa á kosningavökur og þar var uppistandari sem ég alveg 99% sem að hafa verið setnum á þau og hann var með brandarann að ef þú setur ullapeysu í þvottinn að þá skreppur hún saman af hverju skreppa lömb ekki saman í rigningunni og sem einmitt 7 ára krakki eða hvað sem ég var fast að mjög fyndi. Það var reyndar sjárátt á einn uppistandara bara svona húmormann Rögnvaldur Gáði og var svolítið á þessum tíma gæti mér að þetta hljóma pínu svo brandarar frá honum sko. Það gæti verið og ég man að hann var að tala það var eitthvað á hvort það var komiski klukkutímin eða eitthvað uppistand á skjá einu þegar var að byrja þá var hann að tala sko hvað hefur verið erfitt fyrir að því Jesú getur labba á vatninu sko hvað er erfitt fyrir hann að þegar var úlingur mamma sem segir að fara í bað hann komst ekki vonni í vatni og svo var hann að það með skítu krumluna sínar að þegar fórast í bað og þess skal, þú veist, náða að hjálpa einhvern sem gæti ekki labbað að hann var bara hlaupi byrjum og hóllíkt og skítur ég er náttúrulega miklu lengri og skemmtilega saga Nei, ég skil en já, sjá þetta Rögnvald Gáða allt kempur allt en það í Fitnessmælis þar hafa menn sigrað aðeins kallmenn Elva Dögg lenti í öðru sæti en menn sem að segra eru menn eins og Pétur Jóhann Sigfússon Fíllinn Daniel Geir Moritz af hverju eru hommar svona góðir í ennsku það er brandari með honum Gunnar Hrafn Jónsson og engin annar en Gísli Pétur og Þórhallur Þórhals Úlfar Linnet Lalli Feiti þetta eru allir sigurinn vegna þess að síðast skipt sem var tekið var 2012 þá vinnur hann en talandum Þórhallur Þórhalsson sigrar þarna 2007 og byrja strax að gera góðrætti, kveikja í íslensku uppistaðsefni og byrja með þess að áður hún sigrar að þá er sýning, þá er tekin upp sýning á Kringlukráni uppistand 2006 Nei, ég held að þetta rugla sig eða þú veist, ekki kannski miklu upplýsingur þetta á netinu en það var eitthvað, það voru teknir eins og einhver þættir uppistand á Kringlukráni en uppistand 2006 var tekið á NASA einmitt, sorry og uppistand 2006 var gefið út á DFD og það fór bara beint á DFD það var ekki svona eitthvað og það hétt bara uppistand 2006 einmitt, og það ég vissi að ég bara var rugglast vegna þess að ég er hérna með auglýsinguna sem var sett í Morgunblaðið svört, heilsíðu auglýsing það sem stendur með hvítum stöðum uppistand 2006 á NASA í kvöld klukkan 20 nokkrir af bestu uppistandur landsins þetta eina kvöld Steinn Ármann Guðlaug Elísabet sem var einmitt dómari þegar að ég tók þátt að þú varst dómari líka Hjálmar Hjálmarsson Björk Jakobs hún var mikið í senunni svona í byrjun mjög fyndin talandi Hallgrim Helgason mákona hans Sveinn Voge Eyvindur Karlsson Þórhallur Þórhals og Jón Mýrdal
Kynni kvöldsins engin önnur en Silvía Nótt. Það svo leys. Frítt inn á meðan húsrúm leyfir. Já. Sem á NASA nú bara helviti mikið húsrúm. Já. Þetta var rosa flokk kvöld, sko. Þetta, ég trúi því. Þetta, þú hefur fyrir þá sem að vilja heyra kannski nánar tökurnar og sliðist, þá tölum við í 2000 þættinu minnum við. Vegna þess að við förum út í að þú kemur fram þannig í djúpulauginni. Já. 2003-2004 eða eitthvað svona. Já. Það var til að auðvitað uppistanda á Kringlugráni held ég. Já, einmitt. Það var einmitt á Kringlugráni voru manni ég, uppistand, svo voru svona vel auglýst og ég náttúrulega var mikill uppistand aðdóndi þannig ég kannski ekki besta viðmiðið, en ég alltaf mér fannst það vel auglýst og svona áhugavert. En svo kemur hann svo önnur auglýsing í blaði, nýtt á DFD, uppistand 2006, hér fara íslenskir uppistandar á kostum í stórkostlegri skemmtun, óborganleg og fyndin atriði. Wow. Og þar ert þú með bara svona við stiklum aðeins á stóru, þá ert þú með blað á sviði, þú talar það ég ennþá það nýr svona óreindur. Já. Var Steinn mann ekkert að sitja út af það? Var hann ekkert að aðalega bara hárið? Á við örgulega börnum með baksvis. Já. En, ég tók blað upp, en ég held ég nú ekki litið á þetta, var bara svona, ég var ennþá með þetta sem öryggisteppi, sko. Já. Og safety blanket, sko. Og ég gerir grín að því eitthvað, ég með hjálpatæki grínsins, ekki hjálpatæki ástæðlífsins eitthvað svona. Nú var ég bara að segja, ég hef séð þetta, ég sá þetta náttúrulega sýnt að þetta var í unnið saman með Skjá 1 og þetta var sem Skjá, ég sá þetta þegar þetta var sýnt, en þetta ekki til á YouTube og þetta ekki, þú veist, þannig að ef einhver með eitthvað skúp hvað hægt að horfa á þetta, þá endilega með að senda okkur, en ég hef ekki séð þetta. En þetta sjó uppistand 2006 og sérstaklega þín framkoma, þitt atriði, það ekki dreif og tilgáð sér, það pínu svona eftirmálar vegna þess að það birtist frétt. Ég ætlaði að fara að segja söguna, en já, það var gerð frétt það, já. Að fyndasta mann í Íslands fannst það hjákátlegt að sjá stóli grín í leitinni að strákunum. Já. Fyrir þá sem mun ekki, þá sérst 70 mínútur verða strákunum, svo hætta strákanir, en þetta náttúrulega peningamaskína að vera að mala gull þannig að þeir eitthvað, ok, við finnum nýja stráka. Leitina stráka, bara eins og ædolið eða whatever. Og þar mætir maður sem við skulum halda á nefndum, og fer með bytt eftir þig úr uppistand 2006. Já. Og hann tekur að, þetta ekkert eitthvað svona svipa, hann bara tekur að nákvæmlega, og þeim fannst það fyndið og hann komast það áfram. Já. Og þessum tíma voru allir með blogg. Einmitt. Og Tóta sinni voru með blogg. Hvort, var þetta Blogg Central, eða var þetta fólk, eða var þetta... Örgulega Blogg Central, sko, ef ég maður rétt. En sko, að ég hafi verið eitthvað, þú veist, svo ég náttúrulega búið að taka einhvern tíma einhverja mynda mig fyrir eitthvað annað viðtal, þar sem ég svona óta puttunum fram í myndavillu og þú veist, fyrir sinni ekki eitthvað sonurladda ósáttur við þjófna eitthvað svolítið, já. Þú veist, þannig hét ég bara sonurladda, og með puttan svona eins og ég hef tekið þetta fyrir þetta vita, og ég væri svo ósáttur og væri svo brjálaður, en ég var eitthvað, ég skrifa bara eitthvað svona pælingu minnst pínu skrítið ef þú ert að fara í þátt það sem þú ert að sýna hæfileikana þína, einmitt, að þú takir grín eftir aðra. Mjög legit, þú ert 1000% réttið þarna. Já, en ég var ekki brjálaður og eitthvað og kemur ekki eitthvað svar? Og já, þú reyndar skrifar vegna þess að það stendur að þú hafa fengið sterk viðbröð í athugasemdakerfinu, kommentakerfinu, og þú skrifar grín reyndar ekki bundin einum höfundarétti og það stendur hérna, Þórhallur fekk sterk viðbröð í athugasemdakerfinu á heimasíðinu og vildur sumir væna hann stjörnustæla. Já. Nákvæmlega. Og þú segir það, já, grín reyndar ekki bundin einum höfundarétti, ég vildi bara benda á þetta en það fannst mér þetta skrítið. Og það vissulega bara ég... Kom ekki eitthvað svar frá Auða? Herðu, heldur betur. Auður Blöndal, hann þarna með svar. Hann svo eini af strákunum sem svarar. Hann svona talsmælera. Og hann segir...
Hann segir líklegt að þegar einhver segir brandara sé það ekki í fyrsta skipti sem sá brandara heyrist og segir orðrétt ég held að Þorsteinn sem hann ekki að kalla þig Þorsteinn heldur hann hét Þorsteinn ég held að Þorsteinn hafi ekki hugsað að sonur Ladda væri að gera eitthvað geðveikt og ákveða að herma eftir því og segir að þú mættir nú bara vera stoltur á sjálfu þér það lítur að teljast hrós fyrir grínara ef menn nota brandara þeirra og segir að þetta hafi ekki verið ástæða fyrir að Þorsteinn kom áfram. Nei, enda þetta örugglega klift til og hann gerði örugglega eitthvað meira skilur en þetta sem var sýnt. Ef ég væri dómari, þá mér sama hversu fyndi hitt var bara disqualified að vera að stela einhverju gríni. En það var greinlegt að hann var heima hjá sér og fannst þetta það gott að já, nákvæmlega. En svo þú hefur farið viðtal í blöð. Jú, já. Það ekki vitna orðrétt í þig. Nei. Þeir leggja manni orð í munn. Já. Hvort að hann hafa orðað þetta svona leðilega eða bara verið að svara til að líka búti frétt og eitthvað svona. Einmitt. Fyrir þá sem hafa ekki, svona í 90% tilfellum, ég myndi að sé eitthvað svona drottning viðtal við Egil Ólafs eða whatever. Já. Þá þetta ekki svona eins og í bíómynd það sem að þú veist tilbúið með spurningar og svar það bara eitthvað, já, segðu mig frá þessu já, segðu mig, ok, það og talaðu mér það eitthvað og svo bara og svo segja þeir eitthvað grín og þú já, einmitt og þá breytar því sem þeir sögðu eins og þú hafa sagt já, einmitt að því þeir segja já, þá hann er búin að samþykkja þetta maður bara kurtis þetta eitthvað glataða brandari eða eitthvað já, einmitt ok, hún fannst það, já og þá kemur, ég sagði þetta ekki þú sagði þetta, blaðamaðurinn sagði þetta er glata, skilur þannig að hann, með þess að blaðamann geta sagt, þú veist að það er ekki eitthvað heima hjá sér og finnst, wow, ég ætla að vera svona að slata og hann eitthvað, já, nei, einmitt geta að vera þannig alveg, þið hafa ekki spjallað þetta síðan á sem 19 árum nei, ég var alveg sár, sko skilaði það mér varst þetta svolítið óþarfa komment, sko, leðilegt en ég veit ekki hvort hann sagði þetta verið þannig svona eða ekki, skilur en hann skulum samt benda á eitt og það er það, þú sigraðir fitnessmaður í 2007 hann lenti í öðru sæti í var þetta ekki bara eitthvað bitur þetta vísar endar af fyrir það að þú sigrar þannig að kannski en er þetta ekki bara bitur frá því að hann reyndi fyrir þessu sem uppistandari lenti í öðru sæti sem bæði vel gert það er alls ekki til þess að herra ég var með góðan brandara því að Gaurin sem vann þá, svo náttúrulega var auðvitað miklu meira successful grínisti og hann var með á tímabili eitthvað sem grín eitthvað, já, svo ég hitta stundum og ég segi, já, ég vil franskan með þessu tilbúðinu, skilur hann Gaurin bara vinn í lúi, skilur þannig að það er fyndið það er fyndið, en alveg sko löðrandi bitur en ég er búin að jafna mig á þessu núna en ég get alveg ekki þetta með fast þetta pínu ég skil það vel og ef auðvitað plöður að hlusta endilega sendu skilaboð á Þórhall og segir að þú hafur ekki meitt þetta aldrei að fara að gera en síðan uppistann 2006 og síðan að þú sigrar þessa keppni að þá hefur þú gefið út 3 specials og 1 semi-special sem við förum út í aðeins hérna en ára eftir að þú segir þá gefur út specialin fyndin í fyrra eða tekur hann allavega upp og það er á reynda ekki hún út þú vil kannski segja okkur söguna því það er á NASA eða ekki? Jú, ég fekk bara svona félagið mín til að taka þetta upp og við vorum allir í stuði þetta kvöld og það var fólk fekk sér það var, þú veist, það var gaman að sýning í gangi og bjór og svona og kannski aðeins mikil bjór hjá þeir sem voru á kamerunni og svona þannig að efnið er svolítið svona myndavélum var eitthvað að renna til hlýðaður og kannski að gleyma sér að hafa myndavélun á mér þegar ég segja og það var svona úr fókus og menn voru bara að pæla meir í bjórnum heldur en í upptökunni en þú veist ég náði það var eitthvað sem ég gæti notað og ég hef setti það á netin það var bara eitthvað svona eitt og eitt bit sem ég gæti notað mjög góð, við skulum heyra eitt þeirra hér reykingar geta skaða fóstur á meðgöngu hver af ykkur er þessu óleitt fóstur reykja og fóstur er alltaf mikið að drífa sér að reykja hún svona óleitt reykja, hei viltu koma hérna þú reykir ekki nei ok, kannski 1 smók en svo ekkert fyrir hún vera 18 talandi það, er ekki 18 aldur saman til að kaupa sígarettu hvernig á fóstur að fara því að kaupa sér sígarettu
Ég sé ekki fóstur fyrir mig labbinn í sjoppu. Áttu síkó? Varst þú með skilríki? Það kannski út í bíl. Eða upp í raskatinn á þér? Þetta á sko vandræðafóstur. En þetta, já, þannig að það eru, eins og þið heyrið, svona góðir bitar þarna á YouTube sem þið getið hort á. Já, ég gæti notað eitthvað af þessu og hérna, já, þeim fannst þetta mjög leðilegt af þetta. Hérna. Já, en ég meina, þú veist, á þessu tíma, þarna er YouTube bara tekjar á gamalt eða eitthvað, þannig að þeir viti ekki að það er hægt að choppa þetta upp og þetta getur lifað. Já, nákvæmlega, en það, já, þetta var pinnilegilegt að því ég var svo spenntur með langar að gefa út. Ég skiljanlega. Og var það planið, ég geti kliftið þetta út ef þetta er eitthvað top secret, en hvað var, þú veist, varstu búin að tala við það eitthvað sjónvarpsstöð eða hvað? Ég man ekki hvort það var eitthvað svona, ég held ég að vera búin að tala við eitthvað, ég man ekki, örugglega skjárinn á þessum, var skjárinn byrjar á þessum? Já, en alltaf uppistand 26 á skjáinum. Já, þannig að, hérna, þú veist, þeir voru líklegast til að sína eitthvað svona frá okkur nýjum, skilur við. En ég man ekki hversu langt það var komið í ykkur ferli, skilur við, en það er náttúrulega svolítið bara datt fyrir sig þegar var ekki hægt að nota efni og þetta var náttúrulega bara eitt kvöld, oft eru spesialar fætnir upp á 2 kvöldum. Já, allavega 2 sýningar, sem að þetta, ef kamera rennur til þá Þetta er góð saga í dag. Já, nákvæmlega. En svo 10 ára seinna tekur upp þinn annan spesial sem heitir Algjör áttungur og er hægt að sjá í dag frítt á YouTube en var á voddum. Já, fór á voddin. Tekið upp í Tjarnarbíói. Mikið rétt. En fólk spyr líka mig oft svona, Þórhallur, af hverju ertu svona fölur? Það er náttúrulega bara mjög góð ástæða fyrir því. Það er að því ég ólst upp í skugga föður minns. Sem er að bara svona sorglegt og fyndið svona. Algjör áttungur er svona, kemur frá ömmu minni, móður ömmu minni. Þetta er, ef ykkur er meira en hálfviti, þá þetta er bara ykkur algjör áttungur. Útskýra að því náttúrulega 1/8. Ekki bara hálft vit, það er bara 1/8 sem virkar og algjörlega tómur í hausnum, skilur. Ég er náttúrulega rugglátt saman, þú veist, hlutum hvað þú veist, persóna, hvað, útskýra það í sýningunum, hvað algjör áttungur er? Ég man það ekki. Ok. En svo gefur út 3. spesialega, en áður hann gerur, þá skulum við samt segja fólki frá því að á YouTube er roastið þitt tekið upp febrúar 2023 og gefið út bara þarna 77. þar sem að þú ert fertur og þetta er, svo ég viti, eina íslenska útgefna roastið. Já, fyrsta roastið sem að held ég hefur gert á Íslandi, við vissum ekki fyrir allan á þá, var Eyvindur Karlsson, hann var að flytja út og við gerðum það á bar sem var mjög góður fyrir uppistand. Hann var niður í bæði, búið að rífa húsið og allt. Man ekki hvað hann heitir núna, skiptir ekki máli. Og þar var ég var róstan, Steinn Ármann var ógleymanlegt róst. Hann eyðilaði hljóðkerfið að hann öskraði svo hátt að því það var einn hann með uppistand sem heitir Daddy Disco sem að, veit ekki hvort hann hefur verið með uppistand fyrir það síðan, hann var með uppistand þetta kvöld og Steinn Ármann kom upp og sagði, hver Daddy Disco Daddy fucking Disco eitthvað og það bara, hann sprengdi hljóðkerfið og það bara braut minn maður karakter. Nei, hann starði reiður út í salin eins og það hafi verið planað að eyðileggja hljóðkerfið, hann bara blikkaði ekki augunum. Þetta var svo geðveikt moment. Lestur ykkur svona, shit, hvað gerði ég? Hann sagði, nei, ég er að gera þetta viljandi. Og svo voru öllu uppistand eftir þetta. Hljóðkerfið var ómingskilur. Þetta var epíst, sko. Já, epíst. Við tókum það ekki upp. Nei. En það hefði hljóðið verið ónýtt. Ég segi þetta. En já, allir þetta ekki sem fyrst að þá roast sem er gefið út. Já, ég allavega hefði haldið það, sko. Það sem að ég er roastmaster. Já. Er á íslensku, það eru 2 á ensku, minnum ég að því bara, það er Mekkin og... Já. En svo kemur sitt síðasta, seinasta uppistand, Þórhallur, 20 ára afmælis uppistand. Já, uppistandsamæli. Fyrst skil sem hann fekk útborga, hann var brjálaður og eitthvað.
þeir bara fengu eitthvað lán. Ég eitthvað, já, bara fyrirtæki tók bara eitthvað lán. Þau tóku bara allar peningi frá mér, bara eitthvað lán. Hvað lán, hvað meinar? Svo fekk ég já, þetta laun! Þetta er ekki lán, þeir eru ekkert að fara lána, gafstu samþykki fyrir því? Ég veit ekki það. Mjög fyndið uppistand. Því ég myndi segja þinn besti special. Þakka fyrir. Og var á Vodunni komið frítt á YouTube. Já. Það er orðið pínu bara svona heimili uppistandsins. Uppistands specialina. Þú veist. Ég meitt að hugsa hvort að ef að ég með þessa sýningu í gangi núna, langar að taka hann upp. Hvort að ég gefur hendinni beint á YouTube eða hvort ég virkilega reyna að tala við alla og fá nei, kannski og tala við þennan og tala hinn sem minnst bara óþægilegt í heimi sko. Já, ég látti mér ekki það en sko, já, ég meina og þú ert búin að vera það lengi og búin að gefa það mikið út á YouTube þú hlýtur ekki að monetisa channelið þitt þannig að spurning hvort það alltaf eitthvað við sem maður býrinn á Íslandi Já, reyndar Þetta eru svona hinn útgefnu uppistönd stóru, frægu, ljósin skína Endilega láta okkur vita ef það er eitthvað sem að fór fram hjá okkur Já, eitthvað sem fór fram hjá okkur við erum að gleyma eða bara svo en bara eins og með oft sérstaklega svona íslenskt á þessum tíma að það bara er ekki tilneitt það einhver tilneinar heimildir þú veist, þannig að kannski er ég að gleyma einhverjum reyndu snillingu sem gaf út uppistand special bara 2001 og engin veit og er bara ógeðslega fyndið það, þú veist en það er að vera einmitt á íslensku ekki segja okkur frá dávaldurinn Seyles sem gaf gaf DFT svo tekinu upp á Íslandi þannig að það er að vera Íslandingur með íslenskt uppistand ég myndi segja að í uppistandssenunni sem sagt svona á sviði þú veist bara svona hinn normal molduga uppistandsena það sem ekki sést í sjónvarpi og svoleiðis hún hefur verið hún er búin að eiga mjög sterk 10 ár jafnvel svona 12 ár niður í miðbæ Reykjavíkur allavega og svona og þar voru kvöld eins og limis Rökkvi Vésteinsson mikil góðsögn í íslensku uppistandi mikil frumkvöld í svona open mics tilrauna uppistand heldur betur og gefa nýjum grínistum tækifæri til að koma fram eða prófa nýtt efni hann var með kvöld sem hétu einmitt tilrauna uppistandskvöld og ég hefði kannski átt að spyrja Rökkvi út í þetta en kemur ekki hvort að hann hafi fundið upp orðið tilrauna uppistandskvöld en þetta var alltaf brandið fyrir komedi svona línuna hans, klúbbin hans byrjaði á Kaffi Haiti eða eitthvað ég mætti aldrei að þú veist það var fyrir minn tíma en ég heyrði þá sögu að það hafi komið fram ekki Rökkvi heldur bara þú veist open micari hafi farið upp á sig og sagt nokkra ræsista brandara hugsalega svart fólk á Kaffi Haiti sem að það er rosalega var í eigu úthugsað og eftir það voru þeir fengur ekki leyfi til þess að vera þarna þannig að það byrja á bar 11 sem að fyrir þá sem ekki muna eða eru ungir var beint á móti Þjóðleikhúsinu basically, í kjallaranum í kjallaranum já, bar 11 var á 2 hæðum en í kjallaranum var þessi tilraunarvísund byrjuðu einu sinni í mánuði á 50 dögum og þar einmitt október líklegast 2013 fer ég í fyrsta skipti eftir Finnarsamar Íslands ára áður, það sem var alveg fyrst skipti sem ég fór á svið að fer ég upp og tek mitt fyrstu 5 mínútur og hefur ekki hætt síðan þar einmitt var Ari Eldjárn að koma fram og hann sýndi svo sannaði sem indarlegasti maður landsins eftir að hann satt lengi með mér eftir að þú veist það var að hrósa á það þú veist eitthvað skilur þú veist bara eins og Ari skilur bara eins næskur alveg það er ekki til einmitt og líka það þú veist, hann hefur ekki þú veist, Avansson forseti, skilur þú veist, hann þarf ekkert að vera næs hann getur verið þú veist, ég vil ekki nefna nöfn en við þekkjum öll fólk sem er í svipara stöðu hans færið ykkur, hafum við og forsetum ég er Eldjárn en það byrja einu sinni í mánuði á 15 dögum
fór síðan að vera aðeins fleiri sýningar og fór að hægt og var alltaf þetta open mic dæmir fór líka að vera svona best of sýningar og þannig og færði sig yfir á Paddís í Keflavík, Frón á Selfossi og Íslenska rockbarinn í Hafnarfirði þegar hann var á öðrum stað. Þetta var langt út, það var svona mín byrjun og þar kynnist ég nokkrum aðilum. Annars vegar ungu manni að nafni Greipur Hjaltason. In Iceland it is acceptable to drink and drive as long as it is not on the same day. Sem í dag á 400.000 miljón trilljónir hvað var það? Einhver miljón daginn fyrir árið eða eitthvað miljón á TikTok og miljón á Insta meir en Björk, meir en Sigurós meir en, gera góð og ég mani mitt að hann segi við mig hann að fiskis hitta þá segir hann eitthvað, ég ætla að vera svo stærsti eitthvað, ég eitthvað hvað ekki ég vera, ekki á kartanum hann er fyrstalega hann er 3 metrar eða eitthvað var það hann sem að eiginlega alltaf hægði nei, þetta var fyrir hans tíma en það er gott gisk en þar heiti ég líka ungan strák sem er samt alveg 2 ára eldri ég sem heiti Gísli og hann er nýkominn frá Ameríku Bandaríkjunum og það sem hann bjó mjög lengi og langaði að vera með uppisönd á ensku og startar Golden Gang Comedy sem byrjar á A. Hansen í Hafnarfirði en finnur svo loks sitt heimili á Gauknum mikið rétt og það verða rosaleg kvöld legendary kvöld mánudagskvöld á ensku þannig að þetta var svona aðalega beint að túristum þótt að vissulega voru alveg Íslendingar líka í salnum en aðalega beint túristum og það var oftar en ekki stappað á Gauknum, Gaukurinn er ekki lítill staður Þetta 2016-17? Já, þetta byrjar 2015 þannig að þetta er svona 2015, 16, 17 já, og verður bara hjúð svo það verður til þess að það verður fleiri kvöld í viku og þetta verður bara svona sem enda náttúrulega svo bara að opnast fyrsti uppistandsklúbur Íslandssögunar það svona þróast yfir það að The Secret Cellar opnast á Lækjargötu mikið rétt og það verður svona þitt annað heimili það held ég að vera bara mitt fyrsta heimili uppistand á hverju kvöldi á ensku náttúrulega einmitt beint að svona aðra túristum en uppistand og svo náttúrulega alltaf karaoke eftir á sem en einmitt þarna eru stjörnur staðarins er fólk eins og þú, fólk eins og Arnór Greipur York Underwood og eitthvað svona Nick Jameson segðu hver Nick Jameson farðu IMDb og til lengsta IMDb bara þú veist þetta er heill eða alltaf myndir alltaf prenta þetta út það er heill frumskóður einmitt en samt hefur þú séð allavega 25% af þessu þannig að Jonah Duffy var hann Jonah Duffy einmitt og bara eins og við nefndi þessu þætti áður mættu erlendi grínistar þar á meðal Bill Fred Burr mætti þarna og tók 3 bara frí gigs bara þetta var rosalegt en því miður endaði þarna að COVID kom og glemtist að bólusetja staðinn en síðan þá hafa verið alls konar svona einhver kvöld svo ég myndi segja kannski að þau 2 sterkustu og 2 svona langlífustu er annars vegar eins og við nefndum kvöldin þín á málamenningu hverjum 5. degi klukkan 6 og svo eru á Lómunni Dubliner kjallarinn eru 2 open mic á viku sunnudag og þriðjudag og svo svona showcase kvöld sem kostar inn á laugardögum finna allt það í Comedy in Iceland á Instagram svo var eitthvað búin að vera í Þjóðleikhúskjallarunum eitthvað Sigursalur þetta er misgott, við skulum samt tala ég meina það en við erum bara að tala hvað er sýningar í gangi það var hérna Grínkjallarinn hérna í Þjóðleikhúskjallarunum svo eitthvað í Sigursalun einmitt sem ég tók út upp spesial hérna Þórhallur 20 ára mann tekið upp í Sigursalun einmitt og það er allt, þú veist og ég var með kvöld á Kaffi Rosenberg það eru Íslandskvöld, ég held þessi sumarfrí núna Íslandskvöld á mánudögum í Tjarnabíói í litla salnum og á hérna sem er svona open mic kvöld sem að grínsar að testa á eitthvað þannig að það er alveg nóg ég skora að þetta er svo tilvalins afþreying og skemmtun bæði þetta er
skemmtilegt, þetta alltaf eitthvað nýtt, þetta fjölbreytt og ef þú ert eitthvað svona, ég veit ekki, það svo mikið með svona fríum kvöldum, þú veist, ef þú ert eitthvað, ég ekki tilbúin að borga eitthvað, þú veist, 5.000 skall fyrir eitthvað, 7.000 skall eða hvað sem þetta þá eru frí kvöld, bara oft í viku, það svo getur svona að fara og dýft táni í og sem áhorfandur sérstaklega líka einmitt sem eða felur sig eitt lítill uppistættar í malanum hlátutöðin hýtarar af spenningi og það og ég myndi segja þetta mjög fjölbreytt sena hvort sem það kemur að kyngerfi litrátt og líka náttúrulega bara þjóðhætti mikið Íslendingum og líka mikið af fólki sem að bæði að ferðast og líka bara erlendur fólk sem býr á Íslandi þú veist, Amerikanar Bretar, þú veist, hvað sem er bara name it sko. You name it þannig að endilega mætið á Episands sýningar og ég get mætið á eitthvað og ég get sagt eitthvað það að í september á Miðbar í Selfossi verða 4 fría sýningar á hverjum föstudegi en þetta var dýpdæfið okkar í uppistand við munum af öllum líkindum snú aftur í árin í næsta þætti en hver veit, þú veist, við bara og ef það er enn og aftur, við minnum á tímavarp@google.com ef þið eru með ár, ef þið eru með líka deep-dive hugmyndir, endilega sendið á okkur. Endilega takk í deep-dive á kynnsjótum á Íslandi hver kom með klamydíuna fyrst Takk í viðtal við þá sem að ekki fengi klamydíu á Íslandi þetta verður korter þáttur ég heiti Tóni ég heiti Þórhallur ég Siggi Tóni á TikTok ég Þórhallur 83 Guð bless ykkur, við sjáumst í næstu viku